Verið velkomin á árshátíð hjá nemendum. Í 5 ára deild yngsta stigi og miðja stig Varmafélagsskóla. Við ætlum að sýna ykkur leikrit Latabær. Leikritið eftir Magnús Gevings. Leikstjórar eru Hrund Malín og Íris Olga. Eru allir búnir að slá á farsímum? Passið að yngri systkini truflið ekki sýninguna. Nú skulum við kíkja á lífið í Latabæ. Gjörið svo vel og góða skemmtun. Hérna, frú bæjarstjóri. Með svona fínu stimpli. Hvað skyldi þetta vera? Frá forseta Íslands? Hvað ætlaði að standa í bréfinu? Hvað? Kæru landsmenn, lýðheilsa Íslendinga skiptir okkur Björsamenn miklu máli. Vegna þessa höfum við ákveðið að haldnar verði íþróttahátíð í hverju bæjarfélagi. Við treystum á að þið svari kallinu og takið þátt í þessari miklu skemmtunum. Eins og allir vita er hreyfing og hollt líferni nauðsynlegt fyrir bæði líkama og sál. Kæru landsmenn, góða skemmtun og áfram Ísland! Þið trúið þess ekki! Hverju? Hvernig óskopunum eigum að trúa eitthvað sem við vitum ekki hvað er? Það á að halda íþróttahátíð í Latabæ! Líkt og þetta Latabæ, látt sér
Já, góð hugmynd. Gerðu það. Stína, Stína. Þú veist að ég vil ekki tala illa um aðra. Anna er nú Anna, hún er algjör naðra. Stína, Stína Sigmarína. Stína, Stína Sigmarína. Já, svo var ég að heyra sögu honum Herði. Þú trúir því nú varla, en veistu hvað hann gerði? Stína, Stína Sigmarína. Stína, Stína Sigmarína. Stína, Stína Sigmarína. Stína, Stína Sigmarína. Hvað er nú aldrei frið? Ég er læg. Ég tala við ykkur eftir smá. Hvað get ég gert fyrir þig, bæjarstjóri? Kæra frú, nú halda mikla íþróttahátíð hér í Laugardal. Af því tilefnum langar okkur að biðja þig að heita í öllum vinkonum og bjóða þeim að taka þátt í þessari íþróttahátíð. Frú, hvað heldurðu eiginlega þessi gömul? Meðalaldur followerna minna er sko 17 ár. En hvað? Íþróttahátíð? Jú, sjáum til, fyrst að þú ert með svo marga followera, þú nærðu til svo margra í bænum. Þú getur kannski látið fréttirnar berast til allra í Laugardalsbæ, svo þau getur tekið þátt í hátíðinni. Jæja, til hvers ætti ég svo sem að gera það? Og ef þú ert að gefa það skyn að ég tali mikið, þá er það alls ekki satt. Það er bara bull. En þar fyrir utan þá tala ég eiginlega aldrei með nokkurn mann. Ég er of upptekinn um þetta. Verið sæl. Hæ krakkar, I'm back. Vitið þið hvað ég voru hér? Haldið ekki að bæjarstjórinn og bæjarrittarinn ætli ekki að halda einhverja íþróttahátíð. Hafið þið heyrt hana eins? Og hún lá bara á hnjánum og grátaði mig og hún gerði mér. Hvað erum við nú að gera? Við verðum að koma þessari íþróttahátíð. Við getum ekki látið bæjarstjóra þekktan fyrir að taka eftir það. Hver er nú þetta? Nei, svo aldeilis hissa! Þetta er Goggi, nágranninn minn. Hann er úti, núna! Ég skal nú segja þér hann er einn af þeim sem horfir á sjófann liðangan daginn. Komdu sæll, Goggi minn! Já, hvað? Er það þú? Ég bara sá þig ekki. Það er ekki að skrýta með þetta fyrir augunum. Hvað er til að með hann einu? Þetta er gelu, ofurgelu, með þeim getum við horft á ótal skjáu einum. Já, en ferð aldrei höfverku og glápir svo mikið á sjónvarpið. Þú ættir frekar að fara göngutúr í góða veðrinu. Göngutúr? Vikturskona? Þá missi ég að blæju og auðlinju og Kúkúpanda 1, 2, 3 og 4 sem á að fara að sýna núna. Ég verð að flýta mig. Þetta er að fara að belja. Þetta gengur nákvæmlega ekki neitt hjá okkur. Ekki getum við sett post í öll hús bæjarins, það nefnir enginn að bera út postin. Hvað getum við gert? Hallar ekki svín! Unga fólki ber enga verðingu fyrir heldra fólki nú til dags. Já, satt er það.
engan íþróttagalla. Ég á enga íþróttaskó. Ekki ég heldur og ekki ég. Þetta er frábært tækifæri. En þetta er allt of dýrt. Það kostar ofsalega mikla peninga. Já, ég á enga peninga. Íþróttir eru líka stórhættulegar. Alltaf einhver að togna og misstíga sig. Skólaverðir mínir eru sko ekki íþróttafólk. Já, og þetta er ekki fyrirvari til að sport. Þetta er auðvitað ekki fyrirværi. Ef ég kaupi alls þetta núna, þá þarf að borga svo mikið til að láta senda. Og þetta verður aldrei komið tímalega. Svo hef ég engan áhuga í íþróttum. Og ekki ég, ekki ég. Ég nenni þess ekki, ég er farin. Ég líka, íþróttahaldið, ég er farin. Nei, þið megið ekki fara, þið verðið að hlusta okkur. Hvað er nú að gera? Öllu lokið allir bær, ljóðið það er satt. Fallega þorpið okkar er, einn á eigin stað. Gaman hérna aldrei er, allir hanga inni hjá sér. Fólkið gerir gleði líf, leikja bara fast. Aðalinn mjög á sandi, enginn fær því breytt. Þetta er bara til að halda mér ungri. Sérðu álfa, sitja og gera ekki neitt, súr á svipinn og þykja lífið svo leitt. Nei, alltaf það sem þau álfa, er einhver ósköp gamla þau á. Við erum alltaf á fullri ferð, við erum bara þannig gerð. Og ég íþróttaálfurinn, álfana fyrir mig sjá. Já, ég íþróttaálfurinn, vinnurinn fyrir manni
íbúar Latabæjar nenna því ekki að vera bara latari. Já, ég hef tekið eftir því. En hvernig get ég hjálpað? Gætir þú opnið augu íbúa fyrir betri og hollari líf? Og kannski látum þau taka þátt í þessari hátíð? Það er aldrei að vita. Ég skal líta á málið og sjá hvað ég get gert. Endurvinnsluna og þú byrjar á því að fara út í göngutúr. Vittu til,
Ég meina, ég get hlaupið hratt ef ég þarf þess og ég get stolið stokkið mjög hátt og ég get sparkað fast, sko, bolta. Glánu minn, það vantar ekkert sjálfsáldi að gleymdu þessi íþróttabulli. Við þurfum að finna eitthvað verðmætt í þessu krumma skuði. Já, annað en sjálfsáldi á honum. Já, en manni getur nú sálpað. Ég meina, hver sér þetta barn eiginlega? Þetta er alveg Jesus.
borða stundum kexkökur. Já, ég borða alltaf kexkökur og kornbrauð og kornfríki, bæði í hádeginu og í kvöldmat. Það er eftir lagi að borða einstöku sinnum sykrað morgunkorn, en þú þarft líka annan mat. Þú þarft að borða grænmeti og þú verður að borða kjöt og fisk, drekka vatn og taka lýsi. Lýsi, új! Nú ætla ég að skrifa niður allt sem þú átt að borða í morgunmat, hádegismat og kvöldmat. Mundu að líkaminn þinn er svo einu sem það átt. Þú verður að gefa honum hollan mat svo hann stækki og styrkist. Þú mátt ekki tróða svona miklu rusl fæð í henni eins og aðra hverja ruslatunnu. Þá getur þú orðið veikur. Vá, þá get ég alveg hoppað og hlaupið út um allt án þess að vera neitt þreyttur. Gangi þér vel, Maggi minn. Hei, hvað er þetta með? Áttu pening? Pening? Hvað er pening? Ég þarf að kaupa. Já, en ég á engan pening. Maggi minn, það er komin kvöldmatur. Það er fiskur í matinn. Ó, nei! Eða byrju, jú, ég er að koma!
kemur seint. Ég er orðin svo stór. Já, guð. Nei, það er aldrei til að verða liðuri. Í nokkrar mínútur í hverjum degi setti ég hendina fram og tegði smám saman í áttina að tánum. Hrekkjusveinið, þetta var Halla hrekkjusvín. Hún var alltaf að hrekkja alla. Guð, hún getur ekki eins og reima á sér skóna. Greið. Já, og Halla alltaf að hrekkja alla. Þú veist, ég myndi aldrei meiða eða tala illa einhvern annan. Ekki ég heldur. Aldrei tala. Allt og góðhjartaðar fyrir Þið gerið þannig bara... Ég er Halla hrekkjusvín og voðalega viss. Ég veit ekki betur en að gera öðruvísi. Gaman er að reyna að afleiða til steik. Aldrei hef ég litið skemmtilegan leik. Ég er Halla hrekkjusvín. Ég leipa eftir krökkum og kípi þá slæs og bakar eftir reyna og ég skemmti þær. Kípi þá og tegir ykkur sem túið þeirra á. Tegir mig ekki að nefna þá þá komið okkur túið. Leikur er allt sem er gaman og ofbeldi líka allt sem er gaman. Þetta er ekki alveg rétt af þér, Halla mín. Sjáðu mig til. Ef þú harðreitir einhvern sem vill það ekki, þá er það ofbeldi. Ef þú sparkar einhvern sem vill það ekki, þá er það ofbeldi. En ef þú biður leyfi... Biður leyfi? Hvað meinar þeirra? Á ég að biðja leyfi á að harðreita krakka? Já, einmitt! Ef þú spyr, má ég harðreita þig? Og svarið er jákvætt, þá er það leikur. En ef svarið er nei, þá er það ofbeldi. Og Halla mín var á aldrei að beita ofbeldi. Já, en það vill enginn láta harðreita sig að sparka í sig. Það er einmitt það. Auðvitað vill það enginn og það er ekkert skrítið. Það vill heldur enginn fá snjóbolta beint í andlitið. Ef krakkar fara í snjókast, þá eiga allir að vera saman að þetta sé leikur. Þú vilt ekki láta öðrum líða illa, Halla, er það? Nei, það bara vill enginn leika við mig. Ég á engar vini. Finnst þér það skrítið, Halla mín? Myndið þú vilja leika við mig ef að ég var alltaf að stríða þér og meiða þig? Nei, kannski ekki. Þú veist að bráðum verður haldin íþróttahátíð hér í Latabæ. Hei, ég veit að þú ert mjög góð í snjókasti. Var ekki þá tilvalið fyrir þig að keppa í kúluvarpi eða spjótkasti? Jú, það gæti verið gaman. Kannski ger ég það bara. Förum að æfum sig aðeins.
hátíðinni? Ég keppi aldrei á íþróttamóti. Ef ég keppi á íþróttamóti, það er mitt íþróttamót, mín keppni og ég vinn. Veistu að versti eiginleiki mannsins er að vera eigingjarn? Í íþróttum vinna menn saman eins og ein heild. Stundum tapar maður og stundum vinnur maður. Þú hefði gott af því að koma á æfingu. Þar lærirðu að umgangast annað fólk og taka tillit til annarra. Verð ég ekki örugglega einn? Verður þetta örugglega mín æfingu? Nei, allir keppendur þurfa að mæta á æfingu. Komið það, ég skal kenna ykkur nokkrar æfingar. Áfram! Jæja, þá getum við byrjað. Siggi, þú byrjar á því að standa á höndum, Solla fer í splitt, Maggi mjái, sundur saman, Goggi skíðaæfinguna og Halla upp á fætur. Og Nenni fram tilbaka. Komum svo. Áfram, aðeins herma hendurnar. Vel gert. Passaðu Maggi minn, ekki ofreyna þig. Aðeins herma, vel gert. Við kraft í þetta, áfram. Vel gert. Koma svo Siggi, áfram Nenni og svo vel gert og svo fulla ferð og fylgir mér. Íþróttálfur, íþróttálfur, Íþróttálfur! íþróttálfur. Hvar er Íþróttálfur? Ég hef ekki séð Íþróttálfur. Ekki ég heldur. Íþróttálfur! Íþróttálfur. Hæ, frú bæjarstjóri. Hæ, fröken bæjarritari. Eigið nokkuð pening til að lána mér? Hvað ætlar að gera við það? Bara einu honum. Gerið það lána með pening. Ég er með aur og indóapi. Ég tek með evrum, dollarum og rafmynt. Ef maður fær lánaðan pening, þá er ætlast til þess að maður borgi hann tilbaka. Ha? Ertu að segja það? Af hverju? Já, maður þarf að vinna fyrir peningnum. Ok þá, en getið þið þá bara ekki gefið mér pening í staðinn? Það þurfið ekki að bíða eftir ég borgi tilbaka. Ha, jú, það minnir mig á eitt. Þú gætir fengið vinna á íþróttahátíðinni og fengið pening fyrir það. Já, þú meinar, ég fæ pening. Íþróttálfur! Íþróttálfur. Frú bæjarstjóri, getið þá fengið pínulítið fyrirfram? Nei, sko, það eru víst að vera haldin þessi íþróttahátíð. Við verðum nefnilega að finna íþróttálfur. Hann ætlar að hjálpa okkur með þetta. Sjáum síðar. Hver er þú? Ég er íþróttálfurinn og ég hef komið með sparibauk handa þér. Sparibauk, hvað vil að gera við hann? Hvað öldur hjá þér? Nú, er ekki eitthvað sem þið langar í? Jú, mér langar í línuskauta. Sko, þá skaldu setja alla peninga sem þú vinnur þér inn í þennan bauk. Þá ertu fljóta að safna fyrir línuskautum. Já, það er kannski bara alveg ágætis hugmynd hjá þér. En það verður kannski engin íþróttahátíð. Vittu, talaðu við bæjarstjórann? Já. Er það? Þetta gengur ekki. Það verður ekki aldrei nein íþróttahátíð. Nei, því miður. Jú, það verður svo allir íþróttahátíð. Já, gerum það! Við þurfum að finna snæri. Ég finn það. Hvað er skiltið? Ég skal finna það. Jæja, það er alltaf verða klárt fyrir íþróttahátíðina. Hérna eru myndirnar bæjarstjórar þetta. Hér er pakki sem ég var að sækja hjá búslitum því ég kom með vinni á bæjarstjórn og fæ pening fyrir. Stóri bikarinn sem sigurverðarnir fá verður gildur hér í Latabæ. Svo mun forsetinn koma til Latabæjar og afhenda sigurverðarnir bikarinn. Þetta verður mikið heiður fyrir Latabæ.
sem ber. Hvað að gerast hérna? Hvernig stendur því að hér fullt af fólki og við veitum ekki af því? Stelpur, upp með símana. Hi guys, við erum stödd í Latabæ og hér bara fullt af fólki og það var ekki látið mig vita. Þú veist, stelpur eru ekki í lagi með make-upið. Nei, gæti gert maskan aðeins betur. Og ég myndi að setja aðeins minni bronsir að vera þú. Bara að segja. Venjulegast fer ekkert framhjá ykkur. Þið vitið að við erum að undirbúa fyrir íþróttahátíðina. Íþróttahátíð? Já, en ég vissi ekki að fólk ætlaði actually að taka þátt í henni. Já, ég held að allir væru sammála um að þetta væri bara bull og vitleysa. En á ég ekki að fá að vera með? Já, eða ég var herrausmeistari í bolláti þegar ég var yngri. Það var mjög gott að þið tæktu það. Þegar þú þekktir áhrifavaldar og gætið því auglýst keppnina á samfélagsmiðlum og hjálpaði að lýsa keppninni. Muni bara að tala vel um fólk. Þið viljið örugglega láta tala vel um ykkur. Er það ekki? Tala okkur eða alltaf. Hvað er það að tala um? Góða okkur. Ég næði þess að keppni og þetta er mitt. Jæja, ætli það ekki vera allir sofnaðir í Latabæ? Já, eða liggja bara í leti, eins og vanalega. Það er bikarinn! Það er örugglega hægt að selja hann bikar fyrir mikla peninga. Já, tökum hann. Hvað er þið að gera? Hvað gengur hér á? Glani glæpur og kumpanar ætti að stela bikarnum en við stoppum það af. Nei, þetta er bara einn stór misskilningur. Við vorum bara að leita blómavasa fyrir ömmu hans hérna, hvað heitir áttur? Glani! Ég held að það veri mynd á. Takk þú fyrir. Það er aldrei sýnt fyrir bæna hérna sem að duglega lögum. Hvað ætlaði hann að gera við þá? Hvað er í fangelsi? Já, réttast væri það. Nei, býttu við. Við erum að halda stóra íþróttahátíð og okkur vantar einhvern til þess að vaska upp og skúra. Nú þið félagar standið ykkur vel og sýna ykkur sem treystasti, þá gætið þið fengið að taka þátt í hátíðarhöldum. Nei, ekki láta okkur skúra, við skulum aldrei gera þetta aftur. Ég ráði ekki fyrir sápu. Þýr, eitthvað annað að skúra. Hætt okkur frekar í fangelsi. Koma, frekar. Standið. Hætti þessu væli. Jæja, kæru keppendur og áhorfendur. Nú er langt liðið á íþróttahátíðina okkar og aðeins ein keppni eftir. Hverjir eru bestir? Latabæ! Já, svo sannarlega. En nú er komið að því að það verður keppt í 100 metra spretthlaupi sem er alltaf spennandi. Er ekki allir tilbúinir? Já! Takið ykkur stöðin, viðbúin, tilbúin, af stað! Bikarinn er mikils virði, en þó er það sigur sem þið unnið á sjálfum ykkur, ennþá meira virði. Latabær er svo sannarlega fyrirmynd annarra bæjarfélaga,
En hér birtast einkunnarorðin ykkar. Virðing, metnaður og vellíðan. Ég ætla að biðja bæjarstjóra og bæjarritara að taka við þessum bikar fyrir hönd bæjarbúa. Gjörðu svo vel og til hamingju með þennan frábæra árangur. Við skulum líta á þann lærdóm sem að hér látið bæjarnir lengi staðið í stað. Bæjarinn okkar